Stundum eigum við það til að festast í ákveðnu hugsanamynstri. Hugsa sama hlutin aftur og aftur, dvelja við sömu minningarnar eða sömu manneskjuna, festast í sorginni, festast í því að gagnrýna okkur sjálf eða hugsa ákveðið atvik eða atburð aftur og aftur. Og við festumst og náum ekki að losa það og komast út úr þessum vítahring, þessu hugsanamynstri. Einu sinni sagði skjólstæðingur við mig eitthvað þá leið að ef ég hætti að hugsa pabba þá finnst mér eins og ég sé að gleyma honum og ég vil ekki gleyma honum. En alltaf því ég hugsa hann þá líður mér illa og ég verð sorgmæddur af því hann dáinn. Og mér finnst ég hugsa minna og jafnvel sjaldnar hann á hverjum degi. Og mér fannst þetta svolítið erfitt að heyra þetta, en mér finnst þetta líka svo eðlilegt. Þarna ungur maður sem elskar pabba sinn og saknar hans en upplifir líka sorg og erfiðar tilfinningar í kringum hans andlát. En líka jákvæðar og sterkar tilfinningar í tengslu við minningarnar sem þeir áttu saman. Og ein leið til þess að reyna að koma móts við svona hugsanamynstur sem við getum festst í að nota æfinguna 3 góðir hlutir. En hún nokkuð megin svona að til dæmis hugsa hvaða 3 hluti ef ég að fara að sofa á kvöldin, hvaða 3 hlutir voru það í dag sem gáfu mig gleði og kraft. Þarf ekki að vera stórt eða stórfenglegt, kannski 1 bros eða góður hádegismatur eða áhugavert samtal og aðeins bara í staðinn fyrir að festast í að hugsa erfiðu aðstæðurnar sem ég lenti líka í dag, að horfa á það sem gekk vel. Og sama hátt væri hægt að nota þessa æfingu til þess að hugsa ástvinn og bara hugsa 3 jákvæðar minningar, 3 jákvæðar hluti sem viðkomandi skildi eftir sig, sem við áttum saman, sem eru fastar í huga mínum og mér þykir vænt og leggja áherslu á þær og mynda jákvæða tengingu og halda þeirri jákvæða tengingu lifandi.